Góðan daginn, ég sit hér 41. fund bæjarstjórnar, haldinn í bæjarstjórnarsal 15. 30. október 2025 og hófst hann hér 17:01. Fundinn sitja Kristján Hildebrandsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, bæjarstjórinn okkar Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarritari Gyða Steinsdóttir og útsendingu stjórnar Jón Sindri Emilsson og ég sem hér stend Ragnar Ingi Sigurðsson. Það eru 17 mál á dagskrá og skulum bara vinda okkur í dagskrána. Fyrsti liður bæjarráð, lögð fram 37. fundagerð bæjarráðs og orðið laust undir þeim lið. Enginn kveður sér ljós. Skipulagsnefnd lögð fram 34. fundagerð skipulagsnefndar og orðið laust undir þeim lið. Enginn kveður sér ljós. Þriðji liður, skóla- og fræðslunefnd, lögð fram 22. fundagerð skóla- og fræðslunefndar og orðið laust undir lið 3. Enginn kveður sér ljós. Liður 4, bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, lagt fram erindi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og orðið laust undir lið 4 og enginn kveður sér ljós. 5. liður, fundagerðir Samband íslenskra sveitarfélaga. Já, afsakið. Ég ætla aðeins að endurtaka í 4. lið. Erindi sem að bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og það lagt fram og vísað til vinnslu við fjárhagsáætlun. Afsakið það. 5. liður. Lögð fram fundagerð fundar 986 stjórnar sambandsins frá 10. október 2025 og orðið laust undir lið 5 og enginn kveður sér ljós. 7. liður, orkuframboð í Stykkishólmi og afhendingargeta. Orkuframboð bæði rafmagns- og heitsvatns og afhendingargeta þessara innviða eru lykilþættir í áframhaldandi uppbyggingu atvinnusvæða við Kallhamra og Hamraenda. Tryggja þarf að fyrirtæki sem hyggjast hefja starfsemi eða byggja upp atvinnurekstur í Stykkishólmi hafi skýrar og aðgengilegar upplýsingar stöðu orkuframboðs, möguleika á tengingu og framtíðar afhendingu. Mikilvægt að sveitarfélagið hafi heildaryfirsýn yfir stöðu mála í samstarfi við veitufyrirtæki, þannig að hægt sé að bregðast tímalega við aukinni eftirspurn og stuðla að öryggi og sjálfbærri uppbyggingu atvinnulífs. Þetta jafnframt forsenda þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir skipulag, leyfisveitingar og framtíðarstefnumótun í atvinnu og umhverfismálum bæjarins. Mikilvægt fyrir sveitarfélagið að kortleggja stöðuna í samvinnu við Rarik ohf. Rafmagn og Veitur ohf. Heitt vatn, nánar tiltekið núverandi stöðu, helstu áskoranir og framtíðarþörf til næstu 5, 15 og 30 ára. Í því sambandi ber að skoða sérstaklega hvernig áætlanir uppbyggingu iðnaðarsvæða við Kallhamra, grænir inngarðar og fyrir þau orkuframboð og Hamraenda miðað við núverandi skipulagsáform og byggingarreiti, samrýmist fyrirhuguðu orkuframboði og afhendingargetu. Þannig verður tryggt að umsóknir tengingar og leyfisveitingar geta tekið mið af raunhæfum forsendum og stuðla að sjálfbærri og öruggri þróun atvinnusvæða. Bæjarráð vísaði málinu á 37. fundi sínum til bæjarstjórnar og lögð fram tillaga að afgreiðslu og orðið laust undir lið 6 og enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn Stykkishólms leggur áherslu á öruggt og nægjanlegt orkuframboð bæði rafmagns- og heits vatns enda það eitt af meginforsendum áframhaldandi atvinnuuppbyggingar og samfélagslegar framþróunar í Stykkishólmi. Bæjarstjórn telur mikilvægt að sveitarfélagið hafi greinargóða yfirsýn yfir núverandi orkuframboð og framtíðaráform orkufyrirtækja á svæðinu í samræmi við áætlanir uppbyggingu atvinnusvæða við Kallhamra, græna inngarða og Hamraenda, svo og aðra byggingarreiti í samræmi við gildandi skipulag. Bæjarstjórn Stykkishólms óskar eftir upplýsingum frá Rarik, Landsneti hf. og
Veitum ohf. Núverandi afhendingargetu á rafmagni og heitu vatni í Stykkishólmi. Áætlanir fyrirtækjanna uppbyggingu og styrkingu orkuinnviða til næstu 5, 10 og 15 ára og hvernig þau sjá fyrir sér að mæta vaxandi eftirspurn í tengslum við uppbyggingu atvinnusvæða og fjölgun íbúa í samræmi við húsnæðisáætlun sveitarfélagsins. Og hverju samþykkir þessu? Og það samþykkt með 7 atkvæðum. 7. liður, endurskoðun aðalskipulags. Lagði fram viðauka samningu við rammasamning Sveitarfélags Stykkishólms og Alta ehf. Vegna endurskoðunar aðalskipulags sveitarfélagsins. Fulltrúar Alta mættu á 37. fundi bæjarráðs til að fara yfir efni samningsins, kynntu framvindu og fyrirliggjandi vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Bæjarráð Stykkishólms lagði til við bæjarstjórn að skipaður verður starfshópur sem haldi utan vinnu við endurskoðun og gerð nýs aðalskipulags sveitarfélagsins í nánu samræmi við bæjarstjórn og skipulagsnefnd. Bæjarráð lagði til að í starfshópnum verði skipaður einn bæjarfulltrúi frá hvorum lista í bæjarstjórn sveitarfélagsins ásamt formanni skipulagsnefndar. Bæjarráð vísaði endanlegri skipun starfshópsins til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 7. Enginn kveður sér ljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að skipa Hrafnhildi Hallvarðsdóttur H-lista og Ragnar Már Ragnarsson I-lista og Hilmar Hallvarðsson formann skipulagsnefndar í starfshóp sem halda utan vinnu við endurskoðun og gerð nýs aðalskipulags sveitarfélagsins. Hverjir samþykkir þessu? Og það samþykkt samhljóða. Þá það liður 8. Birkilundur, nýtt deiliskipulag. Lögð fram breyting á deiliskipulagi Birkilundar vegna Birkilundar nr. 37 og 38. Lóðamörk á milli þessara lóða virðist hafa færst til við gerð skipulagsins og lóð 38 minni en 37 stærri en stofnskjölin. Óskað eftir að gera breytingu á deiliskipulagi til að leiðrétta þessi mistök. Enn fremur spyrja Landlínu hvort sveitarfélagið sjái möguleika á að fella niður skipulagsgjöld vegna þessara breytingar. Skipulagsnefnd samþykkti á 34. fundi sínum að Landlínur vinni þessa deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Vegna óska skipulagshönnuða það hvort sveitarfélagið sjái möguleika á að fella niður skipulagsgjöld vegna þessara leiðréttingar vísaði skipulagsnefnd til bæjarráðs. Bæjarráð samþykkti á 37. fundi sínum að fella niður skipulagsgjöld í ljósi aðstæðna. Bæjarráð staðfesti að öðru leyti afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 8. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Og það samþykkt samhljóða. 9. liður, kallhamrar og hamraendar, skipulagsáætlanir. Á 34. fundi skipulagsnefndar var lögð fram kynningar breyting á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna stækkunar iðnaðarsvæði við kallhamra og hamraenda. Bæjarstjórn þarf að taka afstöðu að breyta landnotkun landbúnaðarsvæðis samanber 5. grein jarðalaga laust lands úr landbúnaðarnotkun. Bæjarráð samþykkti á 37. fundi sínum í fyrirliggjandi tillögu og vísar henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 9. Enginn kveður sér ljós. Hverjir samþykkir þessu? Og það samþykkt samhljóða. Lið 10. Samgönguáætlun, Skógarstrandarvegur. Í drögum að samgönguáætlun 2024 til 2038 og 5 ára aðgerðaáætlun 2024 til 2028 var gert ráð fyrir lagfæringum á tilteknum kaflum Snæfellsnesvegar 54 Skógarströnd. Uppfærð drög að samgönguáætlun væntanlega á haustþingi 2025 og brýnt að áætlunin endurspegli raunverulegan forgang vegarins. Skógarstrandarvegur stofnvegur samkvæmt skilgreiningu samgönguáætlunar og hluti grunnnets samgöngukerfis landsins.
Vegurinn tengir Snæfellsnes við Dalabyggð og áfram við Vestfirði og Norðurland og skiptir lykilmáli fyrir búsetu, atvinnulíf, þjónustu og ferðaþjónustu á svæðinu. Núverandi ástand vegarins, sem enn að stórum hluta malarvegur og láglendi, hamlar verulega framþróun og samræmist ekki markmiðum samgönguáætlunar forgang grunnnetsins. Bæjarstjórn Stykkishólms ásamt fastanefndum sveitarfélagsins hafa ítrekað áréttað mikilvægi Skógarstrandarvegar, líkt og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og nágranna sveitarfélög. Sveitarfélag fagnar því að formlegur undirbúningur að þverun Álftafjarðar hafi hafist á árinu 2023 og leggur áherslu á faglegar rannsóknir á umhverfisáhrifum valkosta. Jafnframt hefur verið kallað eftir umferðarteljurum á svæðinu til að styðja við þjónustu og forgangsröðun á grunni raunumferðar. Með hliðsjón af framangreindu brýnt að ný samgönguáætlun endurspegli mikilvægi vegarins, að færa skuli framkvæmdir á vegi 54 Skógarströnd framar í áætlun, tryggja full fjármögnun og þar á meðal fyrir þverun Álftafjarðar og hraða framkvæmdum í samræmi við markmið uppbyggingu grunnnets samgangana. Lagðar fram hugmyndir að veglínu og þverun Álftafjarðar dags 5. febrúar 2024 ásamt öðrum gögnum. Skipulagsnefnd tók á 34. fundi sínum undir fyrri ályktanir sveitarfélagsins, bæjarstjórnar og bæjarráðs mikilvægi áframhaldandi uppbyggingar Snæfellsnesvegar 54 Skógarströnd og lagði áherslu á að vegurinn sé í forgangi við ráðstöfun fjármuna og samgönguáætlun. Skipulagsnefnd lagði áherslu á að umferðaröryggi verði haft að leiðarljósi við endanlega ákvörðun legu vegarins. Ný veglína verði samþætt aðalskipulagi sveitarfélaganna og unnin í nánu samræmi við vegagerðina og nærliggjandi sveitarfélaga og að verkefninu verði tryggt fjármagn til undirbúnings og framkvæmda. Skipulagsnefnd hvatti Dalabyggð og vegagerðina til þess að skoða færslu á veglínu austan Álftafjarðar þannig að hún fari með ströndinni og þveri Ósa-Langadalsár og Setbergsár, en með því væri vegurinn með beinni veglínu, snjóléttari og einungis þyrfti að byggja eina brú í stað tveggja ef halda ætti núverandi veglínu. Bæjarráð óskaði á 37. fundi sínum eftir upplýsingu frá vegagerðinni þær tillögur sem liggja nú fyrir varðandi þverun Álftafjarðar. Bæjarráð staðfesti að öðru leyti afgreiðslu skipulagsnefndar og lagði til að bæjarstjórn samþykkti fyrirliggjandi ályktun varðandi Skógarstrandarveg. Og orðið laust undir þessum lið. Engin kveður þessi ljós. Bæjarstjórn Stykkishólms ítrekar mikilvægi þess að uppbygging Snæfellsnesvegar 54 Skógarströnd verði sett í forgang í nýrri samgönguáætlun. Skógarstrandarvegur stofnvegur samkvæmt skilgreiningu samgönguáætlunar og hluti grunnnets samgöngukerfi landsins. Vegurinn tengir Snæfellsnes við Dalabyggð og áfram við Vestfirði og Norðurland og lykilþáttur í samgöngu, búsetu, þjónustu, atvinnulífi og ferðaþjónustu á svæðinu. Núverandi ástand vegarins, sem enn að stórum hluta malarvegur og láglendi, óviðunandi og hamlar verulega framþróun svæðisins, auk þess sem það samræmist ekki markmiðum samgönguáætlunar forgang grunnnetsins hvað varðar uppbyggingu og fjármögnun. Bæjarstjórn tekur undir fyrirliggjandi afgreiðslu 34. fundar skipulagsnefndar og styður þá áherslu að umferðaröryggi verði haft að leiðarljósi við endanlegu ákvörðun legu vegarins og að ný veglína verði samþætt endurskoðun aðalskipulagi sveitarfélagsins í nánu samræmi við vegagerðina og nærliggjandi sveitarfélög. Með hliðsjón af framangreindu krefst bæjarstjórn þess að framkvæmdir á Skógarstrandarvegi þar á meðal þverun Álftafjarðar verði fullfjármögnuð í samgönguáætlun. Tryggja þarf fjármagn bæði til undirbúnings og framkvæmdar og hraða uppbyggingu vegarins í samræmi við markmið samgönguáætlunar uppbyggingu grunnnets samgangna á Íslandi. Bæjarstjórn leggur jafnframt áherslu á að ljúka uppbyggingu og lagningu bundins slitlags á veginum eigi síður en árið 2029 að undanskildi veglínu sem snýr að þverun og eða brú yfir Álftafjörð og að framkvæmdum við þverun eða brú yfir Álftafjörð verði lokið fyrir árið 2032. Í því sambandi þarf að ljúka uppbyggingu og lagningu bundins slitlags frá Stykkishólmsvegi að minnsta kosti að Svelgsá á árinu 2026 eða á þeim kafla sem ný veglína tekur við.
Minnt er á að uppbygging á umræddu kafla innan sveitarfélagsins áherslumál í sameiningu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar á árinu 2022. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að koma ályktun þessar á framfæri við innviðaráðherra, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, Vegagerðina, þingmenn Norðvesturkjördæmis, samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Dalabyggð og fylgja málinu eftir fyrir hönd sveitarfélagsins. Hverjir eru samþykkir þessari bókun? Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður. Leiksvæði við Skúlagötu. Lagða fram hugmyndir lýsingu og leiksvæði á opnu svæði við Skúlagötu. Óskaði eftir að fá grenndarkynna hugmyndir fyrir íbúum í nágrenninu. Skipulagsnefnd fagnaði á 34. fundi sínu fyrirliggjandi tillögu að endurbættu leiksvæði og samþykkti að grenndarkynna fyrirliggjandi tillögu fyrir íbúum Skúlagötu 1-5, Austurgötu 8 og 10 og Tangagötu 2-8. Skipulagsnefnd hvatti einnig til þess að haldin verði kynningar og eða hugmyndarfundur í ráðhúsinu fyrir íbúa á svæðinu. Bæjarráð staðfesti á 37. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu til bæjarstjórnar. Orðið laust undir lið 11. Og engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 12, sala á húsnæði. Lagt fram kauptilboð í íbúð við Skúlagötu 9 ásamt tengdum gögnum. Á 37. fundi sínu lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að bæjarráði verði veitt fullnaðarumboð til töku ákvörðunar sölu á íbúðinni. Og orðið laust undir lið 12. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn veitir bæjarráði fullnaðarumboð til töku ákvörðunar sölu á íbúðinni. Og hverjir samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 13. liður, tilkynning byggingafulltrúa. Lagt er fyrir bæjarstjórn að veita bæjarstjóra umboð til að tilkynna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að Fannar Þór Þorfinnsson sinni störfum byggingafulltrúa fyrir sveitarfélagið. Orðið laust undir lið 13. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarstjóra umboð til að tilkynna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að Fannar Þór Þorfinnsson sinni störfum byggingafulltrúa fyrir sveitarfélagið. Hverjir samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 14. liður, viðauki 3 við fjárhagsáætlun. Lagður fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Bæjarráð samþykkti á 37. fundi sínu viðauka 3 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukan. Og orðið laust undir lið 14. Haukur Garðarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Er ekki sem virkandi á titla, ertu forseti bæjarstjórnar núna eða fundarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla að fá að byrja á að koma með bókun og svo aðeins að tala út frá því. Þriðji viðauki ársins er fyrst og fremst aukning vegna framkvæmda ársins að upphæð 161,5 milljónir, hækkun lánheimildum 115 milljónir vegna framkvæmda, aukning á tekjum vegna sölu eigna upp á 48 milljónir og svo lítilsháttar breytingar og millifærslur á milli liða. Einnig verður lækkun á handbæru í lok árs sem verður 86 milljónir en var 123,5 milljónir upphaflegrar áætlunar en þarf líklega að vera 120 til 140 milljónir til framtíðar. Hér er að ræða verulega aukningu í fjárfestingum á varanlegum fjármunum eða 49% umfram upphaflega áætlun sem leiðir til aukinnar lántöku og töluverðar lækkunar á handbæru fé. Undirritið sitja hjá við afgreiðslu málsins en vísa örlítið til umfjöllunar á fundinum. Þetta skrifa íbúalistinn Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Kristján Hildivarðsson. Mig langar að fara aðeins yfir árið, kannski smá hugvekja, bara þetta árið búið að vera
öðruvísi. Það byrjar alltaf því að áætlun er sett fram, það meiri lántaka heldur en við höfum verið í upphaflega og stór framkvæmd ár. Og mér var sætti brauðið þegar ég sá þennan viðauka, maður svo sem hafði engar upplýsingar þetta fram að þessu, hvernig staðan var. Áherslur náttúrulega okkar hefur verið að lækka skuldir bæjarins, sérstaklega meðan að við erum að fá framlag vegna sameiningar við Helgafellssveitina. Í staðinn er svo að skuldir hafa hækkað umtalsvert, sérstaklega undanfarin ár. Með þessum viðauka verður náttúrulega lántaka ársins upp á 375 milljónir öruggt og hugsanlega 415 milljónir, það er semst heimild þarna upp á 40 milljónir sem er bætt inn í til þess að koma til móts við Hampartier og ég er ekki viss um að þetta er en það er þannig að fyrir eitthvað áleiðis og kannski bjargar okkur eitthvað. Áætlaðar afborganir lána hjá sveitarfélaginu eru komin í 247,5 milljónir samkvæmt upplýsingum í viðauka. Þannig að það kemur kannski eitthvað annað í ljós þegar ásetningin kemur fram en við göngum út úr því núna. Voru 280 milljónir í fyrra. Og þetta er náttúrulega hækkun upp á 29 milljónir. Og svo er lántaka ársins, hún er komin þá 127,5 milljónum umfram afborganir lána og þá er ekki að taka þessar 40 milljónum með, ég er bara með það sem við vitum verið tekið. Af þessum lánum sem við tókum þá eru 70 milljónir teknar til þess að endurfjármagna afborganir eldri lánum. Þetta náttúrulega kemur þá svolítið fram að við sitjum í þessu að það svona sjálfbærnin er ekki góð. Við höfum ekki efni á að borga afborganir lána með því sem við höfum. Og afleiðingar af þessu líka að hækkun á afskriftum fer úr 104 milljónir í 115. Þannig að við erum að fá 11 milljónir á ári í rekstrarkostnað næsta ára sem bætist í auðvitað. Stórt fjárfestingar ár, þá gerist þetta. Og svo þetta við þurfum hugsanlega að laga Hamparaféð enn frekar. Ég veit ekki hvort við náum að þessar 40 milljónir duga sem við ætlum í það. Og þetta er náttúrulega líka á því að sala eigna og áhættugatni er ekki að skila sér á árinu. Ef að það er ekki að gerast þá á ég nú bara vona við förum í annan viðauka, það verður bara að gera það. Við langar aðeins að fara yfir hluta árinu sem að ég tel að við höfum getað gert betur. Í lögum fjármál sveitarfélaga þá er það þannig að það er bæjarstjórn sem þarf að samþykkja áætlunarbreytingar og þá er það fjárheimildir fyrir þetta ár og það er ennþá sterkar orðað í nýju frumvarpi sem er að koma. Og þannig að þá er fjárheimildir að vera farið til því og meirihlutar bæjarstjórnar, ég tek fram hvaða aðeins myndan, að þeir megi ekki taka ákvörðun til bæi eða fundi eða eitthvað svoleiðis og fara svo í framkvæmdir. Það verður að funda þetta og það þarf að bóka þannig að það taki gildi. Þannig er það bara á að gerast þannig. Nú er það þannig að á þessu ári þá á fundi í maí þá erum við að ræða kaupa á þessum húsum, færilegum húsinningum sem var búið að kaupa og það var í rauninni án ákvörðunar, hvorki bæjar eða bæjarstjórn var ekki búið að taka fyrir. Upphaflega áætlunin hljómaði, gekk út á aðra hluti og ekki það, ég ætla að taka fram að ég var ekki sammála þeirri leið heldur og það kannski skiptir ekki máli, heldur það sem skiptir máli að auðvitað áttum við að hittast og ræða þessa leið að kaupa þessu hús og við bentum líka það á að við hefðum þá hugsanlega viljað ræða aðra fleti á þeirri lausn. En þetta var ofan á og bara allt í lagi með það. Áhrifin af þessu í ár náttúrulega það að breyting, mér minnir að upphaflega áætlunin og ég var að fletta þessu upp og mér fannst það að vera 50 eitthvað milljónir en þegar ég fór að skoða þá sé að það voru 47,5 milljónir sem ég fann. Ég set bara smá fyrirvara þar ef að leynast þarna einhverjar aðra 7 milljónir þá er það svoleiðis. Það sem er sett í viðauka hér er að skólastjóri í grunnskólum verður 67 milljónir samkvæmt nýjustu upplýsingum og þá væntanlega kannski einhverju svigrúmi til að taka framtíðarreikningu ef það er eftir. Var Ebbaálandi 37 milljónir og svo er skógræktarhús 1,5 milljón sem er væntanlega bara flutningur af því og geymsluhúsinu á flugvöllum 6,5 og svo er nú líka hús niður á Höfn ef maður rétt, það var ekki tekið fram hvort þessi hluta þessi ekki, en kannski einhver smá upphæð þar, en þetta er allan samtals 110 milljónir pluss. Og þetta er svolítið aukning sem kemur þarna inn án þessi rauninni við gerum kannski allt og vel grein fyrir því. Og það er líka á þessum fundi sem var, þá kom fram hér að þegar við vorum að fara yfir þetta og hvað þetta snerist, að það væri galið að kasta fram einhverjum upphæðum til loftið hvað kostnaðurinn verður.
Og ég veit ekki hvað til í því, en vorum við að því. Við vissum svo sem ekki alveg hvað framkvæmd þetta væri, það var náttúrulega ekki búið að lýsa því, en vorum svolítið að horfa á þetta hús sem er í skólastofnun fyrir ofan og flutningin. Og þá nefndi Ragnar Már, bæjarfulltrúi á þessu fundi, að þetta væri kannski 60, 70, 80 milljónir sem var að tala sko. Og þar erum við, við vissum ekki heildarumfangið og spurning, galið að skjóta á það? Þannig að ég er ekki sammála því. Mér finnst það galið að gera það ekki. Þegar við förum í svona pakka þá verðum við að setjast niður og segja hvað erum við að tala um, hvað áhrif hefur þetta og skoða þetta í heildinni. Og mér finnst það að hafa glimst svolítið. Og þessi upp að fá 110 milljónir, við vorum að horfa á 60, 70, 80 milljónir, alveg pottið mál og við vorum ekki að hugsa Regnbogaland, en alltaf var Regnbogaland ekki inn í upphaflegri áætlun. Þó svo það kom skýrt fram að menn ætla að nota húsið í Regnbogaland, þá var svona ekki sett neitt fram varðandi það sérstaklega. Og það skiptir þetta líka máli og svo var unnið í því í sumar og það er að styttast í að það hús fari að vera tilbúið. En svo kannski það líka að taka fram að þegar við förum í svona aðrar aðgerð, þá vera aðgerð sem er sleppt í rauninni, ef menn komast ekki í. Og það er eins og þakki á tónlistarskólum og dreifingu tónlistarskólum var þetta tekið út strax, þakki á áhaldahúsið. Þetta er mjög mikilvægt verkefni. Og þau náttúrulega verða kannski undir í þessu. Og þetta er svona, tónlistarskólinn er náttúrulega með, ég var að segja, 120 starfsmenn, krakka og starfsmenn. Það er mjög fjölmennu vinnustæða þannig að sé, það er mjög vont að bíða. Þetta er náttúrulega líka eitthvað sem við ákvæðum fyrst fyrir 3 árum að við ætlum að klára þetta þak, þannig að mjög leiðilegt að það sé ekki að hafast. Skalum taka það fram að það kom fram við frá þessu áætlun gerð að verktakinn komst ekki í það í sumar og dregur sig svo úr þessu verki núna á hausti, bara vegna tímaleysi væntanlega. En ef náttúrulega þeir verktakar sem þá voru í Regnbogaland í sumar, þeir eru þá væntanlega geta farið í það og klára þetta. En þetta er þetta aðgerð sem við verðum að taka á næsta ári, þannig komið því að hér þá var það kannski komið við ykkur ekki við. Önnur verkefni sem fara, við erum að setja miklu meir í gangstíg og vegaframkvæmdir. Það fer úr 100 milljónum í 160 milljónir. Þetta er svona verkefni sem við höfum náttúrulega einhverja stjórn á. Það er farið í auka yfirlögn sem var ekki upphaflega áætluð. Verkið þetta vannst svolítið öðru sem við vorum að vinna með fyrst. En þessar upplýsingar komur ekki til okkur fyrir núna. Það sem ég er að benda á er að við þurfum að fá upplýsingar oftast þess að gerist, til þess að við getum farið og brugðist við því sem sagt. Frá þetta við íþróttavöllinn, það var tala sem kom þar, við vissum að það er dýrt. Við vorum kölluð til þar og horfðum beint mjög langt niður. Þetta var mjög djúp hola beint ofan í frávöllina sem var brotin og það þurfti auðvitað að laga það og gera það áður en við í Malbika. Og það var stór hola, hún var ekki lengi þarna en hún kostaði mjög mikið. Og það hefði að sjálfsögðu átt að taka strax á og fund hvað kostar svona verk og skoða. Þurfum við að bregðast við sem einhvern annan hátt eða að draga úr annar staðar. En mér finnst þess að við þurfum svolítið betri vinnubrögð til framtíðar. Bara alveg klárt. Við þurfum að fá tíðari upplýsingar berast bæjarráði. Samkvæmt lögum okkar þá er bæjarráð eftirlitsaðili með kostnaði og við þurfum að fá þá tölur til þess að geta farið í og dregið einhverjar, við erum að taka einhverja ákvarðanir út frá því og þetta náttúrulega við erum að fara mjög hátt í lántöku núna og þetta kemur kannski á tíma sem var verið að fara mjög hátt fyrir, þannig að þetta er besti tími myndi ég segja til þess að lenda í þessu. Skrifstofustjóri er aðeins búinn að fara yfir hvernig er hægt að vinna gögn og koma með tíðari gögn og jafnvel eins og kom fram á fjármálaráðstefnunni að það þarf að vera betri áætlun sjóðstreymi og við þurfum að vita mánaðarlega hvað er að fara út svo við sjáum strax þegar eitthvað fer fram úr. Og eins að við þurfum að fá allar upplýsingar sem eru komnar varðandi framkvæmdir sem við erum að vinna í til að sjá hvort það er komið fram úr eða ekki, þannig að þetta bregðast við þessu fyrr. Og það verður að vera halda þetta form sem sagt að allar breytingar eru teknir fyrir og það er farið og það er skoðað í heild sinni með tilliti til áætlunar sem er í gangi og hvort það þurfa að skera niður eða ekki. Við hefum sjálfsagt verið ósammála það og það er allt í lagi með það. Þannig virkar þetta. En við verðum að skoða upplýsingarnar og tala um þær. Og hugsanlega koma ný sjónarmið og við verðum að skoða það líka og tala um það.
og svo bara tekin ákvörðun eins og með allt sem við gerum hérna. En það mjög vont að fá svona í bakið. Ég nefni sem dæmi í ár, þá fengum við bráðabirgða uppgjör fyrir fyrri hluta árs, 6 mánaða uppgjör. Það kemur til okkar í september. Það leik kannski ekki allt og vel út þá. Það verður gaman að sjá núna eftir hvernig september hvernig 9 mánaða uppgjör, hvernig það lítur út og 10 mánaða uppgjör kannski eftir einhverja vikur. Þetta bara ósjaldan. Við verðum að fá oftar upplýsingar til þess að geta unnið með þetta. Það bara alveg klart mál. Ég treysti á það að í fjárhagsáætlun núna að þá tökum við þetta inn og vinnum svolítið út frá því að við séum svolítið á hóflaug og reyndar áætlunin þannig. Það bara áætlar 100 milljónir lántöku og svona fjárfestinga miðað við það. Góð forgangsröðun skiptir mjög miklu máli og allt það sem ekki má og bæta þá frekar í ef að koma fleiri tekjur. Þannig að við getum bara sagt að þetta það sem við verðum að gera. Og þau verkefni sem við erum að fresta frá því fyrra sem ég nefndi áðan náttúrulega bara 20 milljónir. Það eru 150 af því sem við verðum kannski að fara í á næsta ári ef við tökum ekki hitt. Þannig að ég hvet til að við reynum að bæta þessi vinnubrögð og gefa skrifstofustjóra svigrúm til þess að vinna og geta komið betri gögn. Þetta tekur tíma að koma þessu upp og gera þetta á mánaðarbasis og hafa þetta allt saman og láta reyna á það bara sem fyrst samt að fá gögn og ég mæli með að við fáum gögn mánaðarlega bara stöðu stofnunna. Ég nefndi þetta áður og ég mun halda áfram nefna þetta ef þetta gerist ekki. Þetta skiptir mjög miklu máli. Það bara hlutverk bæjarráðs að hafa eftirlit með þessu og við verðum að bara akta það þegar ég má sletta hér. Ég ætla þá að láta þessa hugvekju ekki vera lengri og þakka bara kærlega fyrir. Takk fyrir Haukur Garðarsson. Við erum ennþá undir lið 14, viðauka 3 við fjárhagsáætlun og orðið enn laust undir þessu lið. Steinunn Ingiberg, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, aðrir fundarmenn. Takk fyrir þessa hugvekju Haukur. Ég vildi hún hefði svona fært mér meiri gleði brjóst heldur en að hún í raun gerði, en svona bara lífið. Varðandi viðaukan, vissulega það aldrei gaman að taka við viðauka sem að býður okkur upp á meiri lántöku heldur en við kannski ætluðum í upphafi. Ég vil hins vegar benda á það að varðandi húsnæðið sem að kom við grunnskólan, bæði húsnæðin stofuna fyrir ofan grunnskólan og Regnbogaland, vissulega, jú, þetta var dýrara heldur en við ætluðum og ég var ein af þeim sem að bað það að við værum ekki að kasta einhverjum tölum út í loftið. Ég bara stend keik og segi það, ekkert mál. Ég trúi því hins vegar að við séum að leysa lengri tíma mál þarna og það verði þá bið á því að við þurfum að leggja meira til við grunnskólan í bili. Við erum búin að gera ansi vel með þessu þó það hafi verið dýrara. Þannig ég lít svo á að við séum að byggja upp innviði sem að munu standa áfram og létta á okkur í framtíðinni. Varðandi hins vegar fráveituna. Við hefðum, hugvekju maður minn góður, held ég ekki geta gefið okkur mikinn tíma til þess að staldra við og bíða og sjá hvað við ættum að gera þarna. Þetta var lögn í sundur. Ég fór þarna ásamt þér og ég hætti mér ekki of nærri brúninni því að það rétt hjá það. Þetta var mjög virkilega hreint djúp hola og þetta var eitthvað sem við áttum ekki von á þessu tímabili. Ætluðum hins vegar að fara í það að taka upp aðra fráveitulögn sem að lá á Borgarbrautinu og ætluðum þá að gera það samhliða því þegar við færum í malbikun götunnar. Og þurftum svo ekki að fara í það og það var ástæða þess að við fórum í þessa yfirlögn og tókum hana örlítið lengra af því við sáum fram á það að við þyrftum ekki að fara í þær viðgerðir. Það rétt hjá þér, þessi viðgerð var dýr, mjög dýr, en við hefðum ekki held ég með nokkru móti geta komið okkur undan henni. Og mér fannst sem bæjarfulltrúa og sem formanni bæjarráðs
Ég leitaði eftir svörum, ég hafði samband á bæjarskrifstofuna og ég hvet okkur þá til þess að gera það. Það er rétt hjá þér, við eigum að sýna ákveðið aðhald og við eigum að hafa ákveðið eftirlit með því sem gert er, en það er þá líka okkar að stíga fram og hafa þá samband við bæjarstjóra eða skrifstofustjóra eða aðra til þess að fylgjast með framvindu verka. Varðandi tónlistarskólann, það er rétt, fullt af nemendum, fullt af kennurum, öðruvísi viðvera. Kennararnir eru þeir sem eru mest þarna. Nemendur eru ekki þarna allan daginn eins og í grunnskólanum, þannig að mér finnst, ef ég horfi frá mínu bæjardyrum, brýnni þörf hafa verið á að mæta húsnæðisþörf grunnskólans heldur en að fara í tónlistarskólann. Og ég vildi óska þess, við ættum peninga til þess að byggja nýjan tónlistarskóla, við eigum nú ekki til. Hvað var það fleira sem ég ætla að taka? Það er svona að halda maður muni allt og punkta ekki niður hjá sér. Þannig að ég ætla bara, held ég, að láta þetta gott heita og segja bara meiri lántaka, það er rétt. Við erum að vinna fjárhagsáætlun, við erum að vinna að því að skera niður. Mér finnst við vera meðvituð þessa hluti, en við getum ekki sleppt innviða uppbyggingunni því að á endanum þá verður hún alltaf dýrari þegar upp verður staðið. Það er bara svoleiðis. Og við erum bara komin að þeim tímapunkti að við erum komin að brýnni þörf í innviða uppbyggingu. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Og orðið enn laust. Haukur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og fulltrúar. Samt í grunnskóla máli sko, þá er ég ekki að lýsa yfir einhverju óánægju með þessa aðstöðu sem er komin. Hún var brýn og þess vegna var náttúrulega til umfjöllunar. Við vorum kannski með skipta skoðanir hvernig myndum leysa, en svo umræðan á kannski aldrei flugi því að hún var komin ákveðna leið. Það var það sem ég er að segja sko, að það skiptir ekki máli, það þarf ekki að biðjast afsökunar á því sem er komið, þú veist, þetta er bara komið og það er orðin bætt aðstaða. Það er búið að gera helling í húsunum. Þetta kostaði meira heldur en við gerum ráð fyrir og það er kannski svo umræða sem ég er að biðja að við höfum átt að fara dýpra í sko. Og að við sem búin að gera okkur vel grein fyrir hver kostnaðurinn er og setjum við þó svo sem ósammála það hvernig við gerum þetta, að þá er allavega umræðan búin að eiga sér stað, búin að velta fyrir sér ýmsum vinklum. Þannig að ég ætla bara, það er engin ásökun í þessu að þessi leið hafi verið valin, það var ykkar að velja hana, en ég er að segja að við hefum getað unnið það svolítið betur. Með fráveitu eins og holu, það var alveg klárt að við urðum að laga þetta. Engin spurning sko. Upphæðin á þessu var töluvert hærri, heldur ég bjóst þetta í dýrt, en þetta var eins og þú sagðir mjög dýrt. Og það er bara þannig, og ég meira þess að spurði hvort að valtan hefði verið skilin eftir í holunni sko, því að þetta var svo dýrt og það var magnað að sjá valtan hann ofan í holunni. Og þetta er eitthvað sem getur komið í baki á. Við fáum bara svona í fangið, en hann var til sagt það, þá var það rosa, við höfum að taka svona þá strax upp, alveg rétt, við getum haft samband og gert hluti. Og svo tala sem ég á mig í huga var ekki þannig að hún myndi setja hún út á brautinni, en þessi varða sem við sáum svo. Og það hefði alltaf verið fínt svona aðeins þá að vera strax búin að skoða það. Sko. Það kannski var of seint að fá þetta í október og fá sjokkið, en líka aðgerðin byrja seint og kannski líkur ekki fyrir kostnaðinn, en þá allan hvað við héldum að það væri. Sko. Aðstæðan í skólan umfram tónlistarskólan, það var ágætis aðstæða í Regnbogalandi, það hefði kannski mátt bíða í ár, við tókum ekki umræðum það heldur. Ég ítreka það núna að það sem er búið, það er búið og gert. Tónlistarskólinn hann bíður ekki lengur. Það mun vera áherslumál hjá mér í áætlun að gera að við klárum klárum tónlistarskólann. Innviðauppbygging, það er rétt. Við skuldum helling í innviðauppbyggingu, en við þurfum líka að halda okkur innan ákveðna marka. Við erum að setja fram áætlun núna sem er hóflegri í framkvæmd og við erum að passa okkur á það sem ekki var lágt og ég vil að við reynum að byggja það upp þannig að við getum bætt í á hverju ári. Ég myndi sjá það sem mjög jákvæðan hlut að við náum að styrkja okkur og gera svo meira og meira. Forgangsröðunin sé á hreinu. Þó við fengjum milljarð núna, þá myndum við ekki ná að klára það vinnið sem við viljum laga. Þó við fengjum 2, þá held ég myndum ekki ná að klára það.
En við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti, sem er þessi skemmtilegi frasi sem við notum, og svona passa að þetta haldist í hendur og að við nýtum fjármagni vel. Að okkar stærsta áhætta er verðbólga. Það eru skuldirnar okkur á verðbólga. Það er dýrt að komast að því að fráveiturlögn djúpt í jörðinni sé farin og við þurfum að takast á það stundum áhætta sem er þarna. En hinn er svona sem er og þeir eru fann að borga 180 milljónir sem að líklega verið niðurstaðan í ár í vexti og verðbætur. Þetta eru stóri peningar og ef verðbólga fer af stað aftur þá enn stærri. Og þetta er það sem slægir okkur mest. Þannig að það er eftir einhver að sækjast að reyna að ýta þessu niður hægt og rólega, tóna fjárfestinga við það og með það sem við erum að setja fram núna, gefið að menn standi við það, þá held ég að þetta fara að byggja upp og gera þetta betra til lengri tíma. Þetta tekur langan tíma. Við erum ekkert að tala um hvað sem gerist 1-2 ára, við erum að horfa á 8, 12, 16 ár að koma þessi í góðan farveg. Þannig að við erum sammála það að það er mikil innviða skuld og það tekur langan tíma að byggja þetta upp, en við þurfum líka að standa svolítið í fæti með það svo áætlun sem við setjum fram að hún standi svona til langs tíma og haldi í. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Haukur. Og orðið er enn laust. Jakob, hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti. Þakka Hauki Garðarssyni bæjarfulltrúa fyrir hugveikina og Steinunni Ingibergu fyrir sitt innlegg í umræðuna. Það eru í rauninni bara 2 punktar sem ég ætla að koma inn á. Varðandi þá praktísk atriði í þessari umræðu allri. Það er þá annars vegar varðandi húsnæðin sem voru keypt og svo það valdi ekki misskilningi, þá liggur það fyrir að bæjarstjórn samþykkti kaupin á þessu húsnæði í mars eða apríl á bæjarstjórnarfundi. Þau voru ekki staðfest og ekki rituð undir neitt samning áður en að þau voru gengið frá þeim hér af bæjarstjórn. Á grunni fjárheimilda í fjárhagsáætlun. Síðan er eins og oft vilt verða í framkvæmdum. Það er lagt upp með einhvað ákveðið markmið og einhverju hugmyndir. Síðan sérstaklega þegar kemur að því við viljum öll gera vel og við höfum metnað til þess að hafa aðbúnað í lagi, sérstaklega hvað var að skóla og íþróttamannvirki. Og þá vill það vera að við viljum gera vel og þá gerum við aðeins meira heldur en við ætlum að gera til þess að hafa þetta í góðu lagi. Og það gerist þessu tilviki og ég veit ekki betur en að það hefði tekist bara mjög farsælega. Þá var þetta húsnæði sem er tengt grunnskólanum og því sem er að ljúka núna varðandi íþrótta og æskulis hlutan sem er þó tengdur íþróttamiðstöðina. En aðalega er þetta hvað var þetta praktíska atriði, hvenær ákvörðunin var tekin og síðan viðaukarnir í ágúst. Þannig að það sé ekki misskilningur það. Nú, það er erfitt náttúrulega varðandi fráveituframkvæmdina eins og þau fóru bæði henni yfir áðan. Það er rosalega erfitt þegar að menn eru með tækin bara ofan í skurðinum að fara einhvern veginn í greiningar og áætlanir og nema bara að stoppa framkvæmdina og bara því að verktaki getur bara sagt bara nei, þetta getur farið í verkefni og við þurftum að klára verkefni fyrir malbyggingarframkvæmdir og allt þetta. Þannig suma framkvæmdir eru þannig að það er erfitt að leggjast yfir þær og gera áætlanir. En önnur er það hins vegar. Og ég held að þeir þær áherslur í ávarpi Hauks Garðarssonar bara tekið undir að það er áallt gott að vera með góðan undirbúningi og áætlanir og reyna að vinna hlutina svona fram fyrir sig eins og maður getur. Og þetta er það markmið allra starfsmanna sveitarfélagsins að reyna að gera það og reyna að hafa upplýsingaflæði gott. Og það er enginn að reyna leynininu, það er allir að reyna sitt besta og reyna að koma öllu hratt og örugglega áleiðis, en við getum alltaf gert betur og alltaf svigrúm til þess. Og ég vil nú samt meina að því að hér var nefnt orðið innviðaskuld, svona ljúka kannski minni hugveikju á því að segja ég vil nú líka bara rétt orðin fyrir hugveikina að þá var náttúrulega samþykkt í fjárhagsáætlun að fara í það hvað við gerir á tónlistarskólanum og það var
og það var starfsmenn Sveitarfélagsins sem voru í samtali við það verktaki sem var ekki átt að byrja á því í sumar og það var ekki það að skorti eitthvað áhuga hjá starfsfólki Sveitarfélagsins að halda því máli vakandi og svo það sé nú sagt. Nú en innviðaskuldin, svona rétt í lokin, að þá verðum að segja, mér finnst við hafa unnið töluvert vel að ná þessir innviðaskuld vel niður á síðustu árum. Síðan getur fólk farið í einhverjar svo í sletti debatt það hvort að það hafi verið farsæla framkvæmdir eða ekki, en við tel bara upp nokkrar staðreyndir. Ef við keyrum núna inn í bæinn þá er aðalgatan Malbik og allar leiðina niður á Baldur. Ég veit að það er Vegagerðin, en það var út af því sem við vorum að gera hér, sem það er gert og fyrir annar framkvæmdir sem fórum á sama tíma. Allt hafnarsvæðið er Malbika og erum núna með bílastæði, erum gjaldtöku þar. Við munið listaverki fyrir 4-5 árum, það bara var malaplan eða eitthvað svona skel eða möl þar. Síðan erum við með alla út ángaruninni og alla aðalgötunni tiltölulega nýlegt Malbik. Þannig að ásýndin hérna af allri innkomu inn í bæinn og allir niður höfn, þar sem er svona 95% okkar gesta fara, er í toppstandi. Nú, við viljum okkar grunnur snýst á börn og fjölskyldur og þar eru með viðbyggingu í leikskólan, frábær framkvæmd. Við fórum í uppbyggingu á leikvellinum í leikskólanum líka, bæði settum gervigræsið undir leiktækin sem voru það fyrir og síðan fórum við í ungbarnaleikvöllin sem var líka frábær framkvæmd. Við getum farið síðan yfir í grunnskólan. Það búið að vera ákall það þurfti að bæta rými þar og þessi viðbygging sem nú hefur risið þar upp og bara virkilega ánægilegt hversu vel hefur tekist til í þeirri framkvæmd. Þar erum við búin að komast til móts við innviðaskuld og jafnvel til lengri tíma, kannski fyrir eftir því hversu okkur fjölgar hratt, en ég held að 10-20 ár séu við með nokkuð góðum málum, bæði hvað varðar leikskólan og grunnskólan ef okkur fjölgar. Nú, æskulýðs- og tómstundastarfið og íþróttamálin, nýtt parkett og íþróttahúsið, löngu tímabært, nýju pottar, dúkurinn í lauginni, hann voru ónýtur, vissum það, og slys voru farin að vera svona allt og algeng vegna skurð og annað sem að dúkurinn framkallaði hjá gestum okkar, þannig að það var nauðsynleg framkvæmd og við minnum það að við fórum líka inn í laugina. Við stækkuðum klefana, við hefum ekki þurft að nota klefan í sundlauginni niðri, til dæmis. Þetta var metsuma hjá okkur ár, hvað var þar innkomu og þá vantarlega gesti á sama tíma. Þá þurftum við ekki að nota klefana niður eins og við þurftum að gera hérna áður. Það er að við stækkuðum inn í klefana á sínum tíma og erum náttúrulega tóku dúkina af innulauginni á svipuðum tíma. Pottarnir, í pottar og allt það í kring og framkvæmdir þar og lögum hitan þar undir. Körfuboltvellir á skólalóðinni og svona get ég lengi talið áfram í rauninni á það sem hefur áunnist af þessari innviðaskuld. En hún er eins og enn til staðar. En ég held að svona flest af því sem ég hef talið upp sem er svona stæðstu, ég ætla ekki að glemma hjúkrunarheimilin, uppbygging í höfuðborg, uppbygging og fjárfesting fyrir eldra fólk. Ég held að allir sammála örugglega þetta eru góða framkvæmdir og markmiðin að bæta aðbúnað fyrir þessa hópa, ég held að allir séu sammála það. En síðan getur verið áherslur forgangsröðun og tímasetningar, hugsanlega útfærslur. En ég ætla ekki að hafa þessu hugvekju og upptalningu lengri. Takk Jakob fyrir þitt innlegg. Það er ennþá tími fyrir bæjarfulltrúa að vera með fleiri hugvekjur hérna. Haukur Garðarsson, við viljum endilega hlusta á þínar. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það.
ég er að fann að sjá eftir að hafa nefnt þessa hugveikju nú þegar. Áttunum að vera sko, af því að við ætlum að hafa þetta svona ekki of leiðilegt. Mér finnst þetta góða punktar sem að, og þakka bæjarstjóra fyrir að koma í þessu punkta, þetta er góða punktar sem að koma með, þú veist, hvað er búið að vinna á. Og þetta er hellingur. En það er náttúrulega bara þannig að þegar þú ert í pólitík og hefur kjósendur, að þá leiðu þú klárar eitt, þá komum þeim með næsta sem þarf að gera eitthvað og þeir eru fljótir að gleyma og þú veist, það er ágætt að svona staldra við og fara yfir það. Gleymdir einu sem að var mikið tala og fyrir 8 árum þegar við byrjum, það voru gangstéttar. Og það er náttúrulega þannig núna að við lögum alveg hellinga gangstéttum sem er frábært, en við erum búin að fá fullt af ónýttum gangstéttum með, það bara gerist það í jafnmáðum sko. Þannig að það er eins og það er. En þú menntist líka að stundum er gert meira heldur en ætlað er í upphafi. Og það er alveg rétt, tækifæri er oft þegar við erum í framkvæmdinni og ég tek alveg undir það er flott, við höfum bara skoðað svoleiðis hluti en aftur, eins og ég sagði hann, þá er líka skoða allir að draga úr einhverju öðru á móti og svo framvegis og það er bara mjög góð og holl umræða og ég er þeim en ég vil halda skuldum eins lágum eins og við mögulega getum, ég vil ekki borga meira sem ekki eins viðkvæm fyrir verðbólgu og vöxtum og þaðan kem ég ég vil fyrst setja rammanautan og svo reyna að fitta inn í hann og auðvitað svona verkefni eins og að fá eina frá út í andliti er eitthvað sem getur stórt og erfitt síðulega ári, kannski auðveldara ef við fengið fyrir vorið, þá getur sagt ok, þá bregðumst við þessu og við draugum okkur öðru. Ég held að hann gerir mikið hægt að gera þessar aðgerðir þarna en hann bara fari í þetta. Veit ekki að hann veit það fyrir að mann kostar svona mikið, hvort þess að viltu laga þetta rör og loka þessari hólu og við bara förum. Það er alveg sens sko, en það var ekki í þessu tilfelli. Þú minntist líka á með húsinu, það hefði verið samþykkt í bæjarstjórn áður en að það var sett í gang sko. Ef ég manandi nú rétt, þá var hringdur og leist vita að það var búið að bjóða í þessu hús og það var komið í ferli, það var kannski ekki búið að ganga frá kaupsamningu sko. Ég upplegaði svolítið, þú veist, að það er ekki hægt að snúa aftur og það er kannski líka vont og kannski hefðu við átt að hafa svona aukafund bara í bæjarráður á þetta, jafnvel í bæjarstjórn og taka þetta bara fyrir leið og það var eitthvað tækifæri að opna þarna og fara þá vel yfir það. Ég held að fyrir mitt leyti ég hefði byrjun að suðu til að skoða þessu hús alveg hyggst líka sko, sem er kannski brákett í svona, þetta er stór ákvörðun. Hún var tekin og húsin eru komin og er að gera bara gott gagn, það er bara þannig núna. Þó svo að ég hefði viljað skoða aðra fleiti og ég er ekki sár út þessu og ég ætla ekki að nú þessu ykkur nasi með þetta, þess vegna hugvekjan. Ég rekna með að mér verið strítt á þessu í einhver komandi ár að vera hugvekjukallinn. Ég ætla að reyna að finna stefið sem var alltaf þarna í gamla daga á hugvekjunni. Takk fyrir. Takk fyrir ykkur. Fleiri? Þau vilja taka til máls? Nei. Bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2025-2028 með áorðnum breytingum. Hverjir samþykki því? Hverjir sitja hjá? Samþykkt með 4 atkvæðum bæjarfulltrúa H-lista og bæjarfulltrúa I-lista sitja hjá. Þá er það 15. liður, gjaldskrá 2026. Lögð fram drög að gjaldskrá sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Bæjarráð samþykkti gjaldskrá á 37. fundi sínum og vísaði þeim til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og bæjarstjóri kemur hér upp og gerir grein fyrir helstu forsendum og áherslum í fyrirliggjandi gjaldskrá. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, í fyrirliggjandi forsendu fjárhagsáætlana sem samþykktar voru í september er gert ráð fyrir álagningar hlutfalls útsvarið óbreytt 14,97% og gerir ráð fyrir að bæjarstjórn taki það til afgreiðslu í næsta dagskrárlið. Þá var í forsendum fjárhagsáætlun í september samþykkt að hækka almennt gjaldskrár á næsta ári 4% og svona í samræmi við þróun verðlags og afurðaverðs og svo 4% á hverju ári á tímabili 27-29. Nú, til að mæta hækkunum á fasteignamati er gert ráð fyrir því að álögur fasteignagjalda lækki en svona til að koma til móts við þessar hækkanir á fasteignamati og fasteignagjöld
en fasteignaskjöld samanstanda af álagningu fasteignaskatta, lóðarleigu, hollustugjald og sorphirðugjöldum. Þá lagt til að elli- og örorkulífeyrisþegar fái lækkun á fasteignaskatti með við tekjur og skattframtali eins og verið hefur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni og vísa þannig að öðru leyti til þeirra gjaldskrár sem liggja fyrir fundinu og voru samþykktar í bæjarráði. En að lokum ber þess að geta að gjaldskrár geta auðvitað tekið breytingum á milli umræðna og gera það iðulega ef vilji bæjarfulltrúa stendur til þess. En ég gerir einnig ráð fyrir því eins og venja að hjá okkur minnskosti að þeim vísað til umsagna í fastanefndun hjá okkur þar sem að kalla verður eftir sjónarmiðum fastanefnda á fyrirliggjandi tillögum og síðan þær líka unnar betur á milli umræðna. Takk fyrir þetta, Jakob. Og orðið laust undir 15. lið, gjaldskrár. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir sveitarfélagið Stykkishólms fyrir 2025 og vísar þeim til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnir í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Hverjir samþykkið því? Það samþykkt samhljóða. 16. liður, fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2026 til 2029. Fjárhagsáætlun 2026 til 2029 lögð fram til fyrri umræðu. Bæjarráð samþykkti fjárhagsáætlun 2026 til 2029 á 37. fundi sínum og vísaði hann til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og lögðu fram til fyrri umræðu tillaga á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms stofnana og fyrirtækja fyrir árið 2026 auk 3 ára áætlun fyrir árið 2027 til 2029. Og bæjarstjóri kemur hér upp og gerir grein fyrir helstu forsendum, áherslum og lykiltölum í áætluninni. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 ásamt 3 ára áætlun fyrir tímabilið 2027 til 2029 lögð fram til fyrri umræðu í samræmi við lög og reglur bókhald og fjárhagsáætlanir og fjármálareglur sveitarstjórnarlaga og samræmi við hefð hérna hjá okkur í sveitarfélaginu og vinnulag. En bæjarfulltrúar auðvitað þekkja þetta vinnulag sem haft við fjárhagsáætlun og hefur vinnulagi verið hefðbundið í ár og erum þó sem alltaf að skoða leiðir til þess að gera betur og breyta og ég gerir ráð fyrir að það verði fleiri breytingar á því á næsta ári. En svona fyrir þá sem ekki þekkja þá vinnulagið nokkurn veginn þannig að við erum með forsendur í ágúst og september sem við svona leggjum svona ramman fyrir vinnuna framundan og sem þá að gera drögin að þessum rekstrargrunni sem liggur fyrir hér og síðan förum við í þessa hefðbundna vinnufundi með forstöðumönnum í október þar sem að bæjarráð og bæjarstjóri og skrifstofustjóri funda með forstöðumönnum stofnana og helstu starfsmanna og samt formanni viðkomandi fastanefnda. Þarna erum við að afla upplýsinga og fara yfir og taka umræðum þjónustustig og þjónustumarkmið og fjárveitingar. Förum við vörukaup og þjónustukaup og þess háttar og samt hugsanlega viðhaldi eigna og fjárfestingum og allt þar fram til götunum. Nú til viðbótar við þetta hefur við svona undanfarin ár verið að taka svona vinnufundi bæjarfulltrúa, svona utan hefðbundna vinnufunda og síðan erum við hér komin á þennan stað sem þá fyrri umræða fjárhagsáætlunar. En eins og ég sagði áðan þá voru forsendur fjárhagsáætlunar samþykktar í síðasta mánuði og voru þær meðal annars að reiknað var með 3,2% verðbólgu fyrir næsta ár. Meðalvextir lána eru 2,8% raunvextir, gjaldskrárinnar eins og ég sagði áðan hækki 4% almennt. Síðan það mismikið milli einstaklega liða eins og gengur að gerist og bæjarfulltrúar þekkja. Síðan eru önnur gjöld sem hækka sem við á og
til dæmis hækkun rafmagns og hita bara eftir hverju stofnun fyrir sig eða hverju húsi fyrir sig. Laun og laun til gjöld hækki 4,2% á árinu 26 og fjárfestingarhreyfingar verða 100 milljónir næsta ári og lántökur 100 milljónir á næsta ári. Og þá það fyrst að tekjur hækki 4%, meðalvextir lána verði 2,6% raunvextir, gjaldskrár hækki 4%, laun og rekstrargjöld hækki 4,4%, fjárfestingarhreyfingar verða svona 100 milljónir á ári, lántökur verði 100 milljónir á ári, verðbólga verði bara í saman við þjóðhagsspá og verðbólguspá 2,6, 27, 2,5, 28, 2,5, 29. Nú og helstu markmiðin að tryggja jafnvægi í rekstri og þá bæði hvað var A-hlutan og síðan líka bara á B-hluta saman. Að framlegð hluta verði að meðsku 15% í árslok 26, velti fyrir rekstri á heildartekjum sé hærri 9%, að velti fyrir hlutfall nálgist 0,7. Handbærfé í árslok 26 verði kringum 120-130 milljónir, skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði kringum 101% í lok árs 26 og verði komið í kringum 80% árið 29. Og við sjáum hvernig þessar forsendur haldi núna í næsta mánuði þá komandi umræðum. En í fyrirliggjandi áætlun eins og liggur fyrir haft að markmiði líkt og svo sem áður að verið sé að gangast ekki undir skuldbindingar sem raskar forsendum í rekstri og afkomu sveitarfélagsins til lengri tíma. Það er gert ráð fyrir að síðar umræðum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins verði 11. desember næstkomandi og mun bæjarráð og bæjarstjórn hafa tækifæri til þess að gera breytingar á áætlunni milli umræðna og eins og bæjarfulltrúar þekkja og ég geri ekki ráð fyrir að verði breyting á því að þá vinnulagið þannig að við sendum nú fjárhagsáætlunina vanalega til umsagnar í fastanefndum og þá liggja þar til umræðu í þá 10 fastanefndum sem í heildina kannski 50 manns að sjá áætlanir og hafa skoðunir á því, íbúar hér í sveitarfélaginu. Ítarleg greining sem mjög há prósenturinn hálfgert íbúasamráð, má segja. Ítarleg greining og umræða tækifæri til hagræðingar eru líka til umræðu, milli umræðna. Ítarlegri skoðun á fjárfestingum og það svona þungi í umræðinu þá fjárfestingar næsta árs og umræða fjárfestingar síðan næstu 3 ára eftir. Og þannig það við bæjarfulltrúar þá að forgangsa fjárfestingum með ítarlegri hætti og svona marka pólitíska stefnumörkun næstu 3 ára þó að það sé náttúrulega fastara kveðið á fjárfestingar næsta árs. Nú síðan það ítarlegri yfirferð náttúrulega á gjaldskrám og taka náttúrulega mið af umsögnum fastanefnda og gerir ráð fyrir að það verði í bæjarráðinu. En hins vegar gerum við ráð fyrir svona vinnufundi allra fulltrúa í bæjarstjórn og reiknum með að hann verði einhvern tímann svona seinni-part nóvember. Við gerum jafnframt ráð fyrir því að haldinn verði íbúafundur í fjárhagsáætlun eins og við höfum gert ár hvert að undanteknu held ég bara þegar við vorum í COVID ástandinu, en ég ætlaði ekki að nafna þetta í þessari fjárhagsáætlun. En það kom hér, þannig ég jinxaði þetta. En seinni umræðu fjárhagsáætlun verður þá til umræðu og hugsanlega afgreitt þarna í annarri viku í desembermánaðar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni fjárhagsáætlunum sem liggur fyrir og vísa bara í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Og þá liggja fyrir þessar 2 tillögur fyrir fundinum að útsvar sveitarfélagsins verði þá 14,97% á árinu 2006, annars það, og sem óbreytt frá því fyrra ári, og síðan að
að samþykja nú drögin eins og liggja fyrir núna og vísa þá þeim til frekar umfjöllun í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síður umræði í bæjarstjórn. Takk fyrir þetta, Jakob. Og orðið laust undir lið fjárhagsáætlunar. Engin kveður þessi ljós. Bæjarstjórn samþykkir að útsvar hjá sveitarfélaginu Stykkishólmi verði 14,97% á árinu 2025. Hverju samþykkir því? 26. Ásaki. Betra að hafa þetta rétt. Maður lesi þetta bara blint hérna. Það var samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2025-2028 og vísar henni til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnir í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Hverju samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í síðasta lið sem okkar áskæru hlustundur hafa beðið eftir með miklum eftirvæntingum og það eru minnispunktar bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, þakka hlý orð, minn garð. En ég veit ekki hvort eftirvæntingin sé svona mikil eins og forseti vil vera að láta. En látum við það liggja milli hluta. Nú, en ég ætla samt sem áður að gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir þá októbermánuð 2025. Þriðjudaginn 21. október síðastliðinn var opið hús hérna í Ráðhúsinu þar sem hægt var að kynna sér skipulagstillögur fyrir Hamraenda og Kallhamra og skipulagstillögur vegna Ágústsstrætis. Þetta eru þessar skipulagstillögur sem að snúa að atvinnu, þróun og uppbyggingu í sveitarfélaginu og voru þessar skipulagstillögur auglýstar á vef sveitarfélagsins og víðar 24. október síðastliðinn. Má finna náttúrulega í skipulagsgátt en athugasemdafrestur er til og með 5. nóvember en það var ánægjulegt hvað margir sóttu opna húsið og voru þar mjög gagnlegar og opnar umræður fyrirliggjandi tillögur sem lágu þar til grundvallar. Nú, boðað var til kvennaverkfalls föstudaginn 24. október síðastliðinn sem fyrir tók sveitarfélag Stykkishólmur undir þau meginmarkmið kvennaverkfalls að hefðbundin kvennastörf jafn launuð sem ólaunuð skuli metin að verðleikum. Það er jafnframt ekkert launungarmál að starfsemi sveitarfélagsins skertist verulega og mun væri náttúrulega óstarfhæft án vinnuframlags kvenna. En bæjarráð lagði áherslu á fundi sínum í síðasta mánuði að sveitarfélagi vilji leggja sitt af mörkum til að greiða götu kvenna og kvára úr hópi starfsfólks þennan dag og sveitarfélagi dró ekki af launum starfsfólks sem tóku þátt í kvennaverkfallinu í samráði við sinn stjórnanda og var hér metnaðarfull og góð dagskrá og ég veit ekki betur en að allt það verið vel fram og ég hafi ekki verið viðstaddur sökum þess að ég er ekki kona. En hérna höldum bara fram. Menningarhátíðin Norðurljósin var haldin í 8. sinn. Hún var haldin samt, fyrsta hátíðin var haldin samt fyrir 14-15 ára síðan en hún var haldin í 8. sinn núna í ár, 22. til 27. október síðastliðinn. Og líkt og fyrri Norðurljósa hátíðum veitti bæjarstjórn viðurkenningu fyrir framlag til lista, menningar og samfélagsmála í sveitarfélaginu. En að þessu sinni voru það hjónin Jóhannes Eyberg Ragnarsson og Guðlaug Sigurðardóttir sem hlutu viðurkenningu fyrir sitt öfluga framlag til menningarmála og söguvarðveislu í sveitarfélaginu. Vel að því komin, bæði tvö.
Nú, við fyrir á þessu fundi vorum við með umræðu einmitt þessi hús hér, minnum þennan starfsmann sem þarna brosir til okkar. En framkvæmdin í nýju svona 200 fermetra húsnæði grunnskólans í Stykkishólmi, nýju húsnæði fyrir aftan grunnskólan, eða ég segjum bara nýtt húsnæði í grunnskólanum í Stykkishólmi, er nú að lokið að frátöldu frágangi kringum kennslustofu sem tengt hefur verið skólan að mestu, tengt verið skólan og þeim lokið að frátöldu að þar verið sáð í sárið eða þökulagt í vorsárið sem myndast þannig kringum húsið. Nú síðan að hinu rýmunu þá það staðan þannig að starfsmenn sveitarfélagsins nú að vinna því að klára innréttingar og frágang innandyra og í þessu húsi sem þá fyrir aftan íþróttahúsið sem rými fyrir tómstunda og æskulýðsstarfs meðal annars regnbogaland og von á að því að það klárist nú innan tíðar. En markmið sveitarfélagsins með þessum framkvæmdum er að mæta aukinni rýmisþörf skólans og bæta vinnustöðu nemenda, kennara og starfsfólks og endurbætt rými gera hann í skólanum kleift að skipuleggja kennslu, stoðþjónustu og frístundar með fjölbreyttari, nútímalegri og sveigjanlegri hætti. En nemendur munu einnig auðvitað njóta aukins rýmis og betri aðstöðu til náms, sköpunar og samveru sem stuðlar að aukinni vellíðan, virkni og jákvæðri skólabrag. Þetta hljóta að vera markmið sem allir eru sammála Nú, starfsmenn, ekki starfsmenn sveitarfélagsins, verktakar eru í óðaönn að koma upp lyftu í grunnskólanum og það verður farið á fullt í það verkefni á næstu dögum og gert ráð fyrir því að lyftan verði tilbúin til notkunar fyrir lok nóvember mánaðar en lyftan mun meðal annars þjóna tilgangi varðandi breytt fyrirkomulag innan skólans varðandi það hvernig að flytja mat og annars slíkt upp á efri hæðina ef ég skil þetta rétt og mun þá nýtast ekki bara sem fyrir á sem þurfa heldur líka til þess að nýta rýmin betur innan skólans og skipulag þar innandyra. Nú, bæjarráð samþykkti núna í mánuðinum að erindi frá svæðisfulltrúa íþróttahéraða á Vesturlandi og HSA en óskaði eftir að halda stjörnuleikana í Stykkishólmi 2. nóvember næstkomandi og bæjarráð samþykkti á fundi sínum að veita aðstöðustyrk í samræmi við þá erindið. En stjörnuleikarnir, það fjölskylduviðburður sem börn á öllum aldri með sérþarfir og börn sem hafa ekki fundið sig í hefðbundnu íþróttastarfi fá tækifæri til þess að prófa ýmsar íþróttagreinar og skemmtilega leiki. Viðburðurinn hugsaður fyrir börnin, fjölskyldu þeirra og vini og þetta dagur fyrir leik, gleði og samveru. Skemmtileg nýjung hér sem boðið upp á. Hrekkjavökugangan verður í Stykkishólmi núna er í gangi bara akkurat eins og milli 17:30 og 19:30 en eins og hefð hefur skapast fyrir stendur foreldrafélag grunnskólans í Stykkishólmi fyrir hrekkjavökugöngunni og hrekkjavakan verður síðan haldin víðum heim á morgun 31. október. Ekkert meir það að segja nema bara hólmar og helgvillingar eru hvattir til þess að taka þátt og skreyta og taka þátt í gleðinni og vera með sælgæti til fyrir börnin. Nú, og síðast en ekki sítt þá árshátíð sveitarfélagsins. Hún verður haldin næstkomandi laugardag 1. nóvember en sveitarfélagið heldur árshátíð annað hvert ár og skipta stofnanir á að annast skipulagið og grunnurinn að því að við fórum að halda aftur árshátíð sveitarfélagsins var að í kjölfar starfsmannakönnunar sem að fólk taldi að það væri einhver sem starfsfólk vildi koma á fót aftur. En að þessu sinni það leikskólinn í Stykkishólmi og slökkviliðið sem sjá undirbúning og skipulag og ég veit að eftirvænting starfsmanna mikil og ég vil óska öllum góðra skemmtunar á árshátíðinni.
því sögur ekki meira frá mér í þessum októbermánuði. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust undir minnispunktum bæjarstjóra. Engin guð til ljós. Þá vil ég bara óska bæjarfulltrúum bara takk fyrir góða fundarsetu og flottar hugvekjur hérna hjá okkur. Slít hér fundi klukkan 18:16. Takk fyrir.